Ég segi þennan fund bæjarstjórnar Fljótsdals héraðs settan. Þetta 350. fundur bæjarstjórnar og haldinn 4. desember 2019. Fyrir fundi þessum liggja alls 7 dagskrármál. Við göngum til fyrsta liðar á dagskrá en það eru gjaldskrár 2020 og ég ætla að lesa hér upp á tillögu sem að borin upp undir þessum lið. Lesningin nú dálítil. Þegar þarna verið að leitast við að safna saman þeim gjaldskrám sem að það búið að staðfesta í nefndum og þurfa staðfestingu bæjarstjórnar svo þetta ekki gildi áramót. Það hefst á lesturinn. Bæjarstjórn Fljótsdals héraðs samþykkir eftirfarandi gjaldskrár fyrir árið 2020. Álagningarhlutfall útsvars verði óbreytt eða 14,52%. Álagningarhlutfall fasteignaskatts verði óbreytt eða sem hér segir A-flokkur 0,5%, B-flokkur 1,32%, C-flokkur 1,65%. Álagningarhlutfall lóðarleigu verði óbreytt á eignarlóðum Fljótsdals héraðs eða 0,75%. Áður samþykkt á fundi bæjarstjórnar 20. nóvember síðastliðinn. Fjöldi gjalddaga fasteignagjalda verði 9, fyrsti gjalddagi verði 1. febrúar og síðasti 1. október. Holræsagjald verði óbreytt eða 0,32% af fasteignamati. Gjaldskrá fyrir hreinsun rotþróa tekur breytingu samkvæmt breytingu á byggingavísitölu milli ára. Miðast við byggingavísitölu í desember ár hvert. Vassgjald per fermetra hús krónur 255. Fastagjald vass á matseiningu verði krónur 8.966. Sorpgjald á íbúð verði söfnunargjald krónur 21.429, förgunargjald krónur 9.179, samtals krónur 30.608. Sumarhús eyðingargjald 30% krónur 9.182, sumarhús með sorphirðu frá 1. maí til 31. september krónur 15.304. Auka tunnur á heimili, grátunna 240 lítra krónur 10.900 á ári, græntunna 240 lítrar krónur 1950 á ári, brúntunna 240 lítrar krónur 1950 á ári. Heimild til lækkunar fasteignaskatts hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum 2020. Hámark afsláttar verði 91.000. Viðmiðunartölur tekna hjá einstaklingi verði lágmark 3.087.000, hámark 4.051.000. Viðmiðunartölur tekna hjá hjónum verði lágmark 4.341.000, hámark 5,5 milljónir. Hundaleyfisgjald 2020 verði óbreytt eða krónur 14.000. Kattaleyfisgjald 2020 verði óbreytt eða krónur 9.500. Gjaldskrá fyrir meðhöndlun og förgun úrgangs á Fljótsdals héraði árið 2020 samanber fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar frá 28. nóvember síðastliðnum jafnframt staðfest í heild sinni. Gjaldskrá samkvæmt samþykktum gatnagerðargjald, byggingaleyfisgjald og þjónustugjöld byggingafulltrúa frá 15. febrúar 2017 tekur breytingum til samræmis við breytingar á byggingavísitölu í janúar ár hvert. Að öðru leyti vísar bæjarstjórn til afgreiðslu nefnda í fjárhagsáætlunum fyrir árið 2020 á öðrum gjaldskrám og staðfestingar bæjarstjórnar á þeim fundargerðum. Bæjarstjórn leggur jafnframt áherslu á að eigi síðar en í byrjun janúar hafi gjaldskrár verið birtar á heimasíðu sveitarfélagsins. Auk þess leggur bæjarstjórn til að einum af starfshópum vegna undirbúningssameiningar sveitarfélagana verði falið að yfirfara og samræma samþykktur og gjaldskrár útleigu og húsnæðisstofnana nýs sveitarfélags og félagsheimila þeirra. Þessum lestri þá lokið og orðið laust undir þessum fyrsta liði ef einhver óskar eftir að taka til máls. Ef að svo ekki þá loka ég mælendaskrá og ég ber þá tillögun upp eins og ég las hana hér áðan, þeir sem samþykkja gefi merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og þá það næst annar liður á dagskrá, það fundargerð bæjarráðs Fljótsdals héraðs 491. fundur og ég ætla að fá að taka til máls. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og ágæta fundafólk. Ég geri hér grein fyrir fundargerð bæjarráðs Fljótsdals héraðs af 491. fundi nefndarinnar. Fundargerðin í 16 liðum en þar verið 3 teknir út til sérstakrar bókunar. Jafnframt skýringatexti hér undir lið 2.5 sem ég ætla að gera grein fyrir en á fundi bæjarráðs fór Björn Ingimarsson yfir nokkuð mál sem rætt voru á síðasta fundi undirbúningsstjórnar og fram að stefnt að því að undirbúningsstjórnin fundi að jafnaði annan mánudag hvers mánaðar, jafnframt að stefnt að því að kjördagur vegna nýrra sveitarstjórnar
verði 18. apríl 2020. Þannig fyrst og fremst auðvitað verið að vekja athygli á því að þessi tillaga liggur fyrir. En ef að minnis víkur ekki og skilningu minna þá býður þetta í rauninni staðfestingar ráðherra. Það ráðherra sem að staðfesti kjördag en þetta tillaga undirbúningsstjórn. Nú, þá kemur á þeim liðum sem að eru hér, þar sem að lagðar eru fram tillögur og það fyrst liður 2.6 samþykkt stjórn og fundarsköp Fljótsdalshéraðs. Á fundi bæjarráðs fór sá sem hér stendur yfir málið og búið var að senda endurskoðaða samþykkt Fljótsdalshéraðs til staðfestingar í ráðuneytinu en staðfesting hefur ekki farið fram. Og eftirfarandi tillaga lögð fram vegna niðurstöðu úr sameiningarkosningum í haust samþykkir bæjarstjórn að óskum staðfestingu ráðherra á nýrri samþykkt verði afturkölluð. Jafnframt að gögnum úr vinnu við endurskoðun samþykktarinnar verði vísað til undirbúningsstjórnar í tengslum við gerð samþykktar fyrir nýtt sveitarfélag. Þarna háttar þannig til að við héldum áfram með þessa vinnu við samþykktirnar og vísuðum því til ráðuneytisins. Ráðuneytið hins vegar gerði nokkrar athugasemdir, engar stórvægilegar en svona komið með ábendingar og úr því sem komið var að þá var talið ljóst, reyndar var meðal annars ein ábendingi var svo okkur í óskopunum við værum að breyta samþykktina því við værum alveg að fara að búa til nýtt sveitarfélag en þá var nú ekki búið að samþykkja það þannig að það var allavega að mínu mati hefði það verið svona óskynsamlegt að vinna bara út frá því að það yrði en úr því að búið er að samþykkja þetta og þetta liggur fyrir að þá held ég að sé kannski hreinlegast frekar að halda málinu lifandi inn í ráðuneytinu að draga þetta einfallega tilbaka og þá kemur bara samþykkt fyrir nýtt sveitarfélag til afgreiðslu þegar þar kemur en þar auðvitað verður þá tekið tilliti þeirra vinnu sem farið hefur fram við samþykkt Fljótsdalshéraðs. Flest af því sem þarna var verið að breyta snýr í rauninni ekki að því sem menn hafa mest verið að ræða í sambandi við sameiningu sveitarfélaga. Þannig að þetta nýtist ágætlega þessi vinna bara við að búa til nútímalega og góða samþykkt fyrir nýja sveitarfélaga. Nú, liður 2.7 það fundi bæjarstjórnar. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs samþykki bæjarstjórn að fundi bæjarstjórnar 18. desember og 1. janúar verði felldir niður vegna jólaleyfis. Jafnframt veitir bæjarstjórn bæjarráði fullnaðarafgreiðslu heimild mála frá 5. desember til og með 7. janúar samanber 5. málsgrein 35. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Þessi tillaga nokkuð í samræmi við hefðina það hefur jafnan verið felldur niður síðari fundur bæjarstjórnar í desember og fyrri fundur í janúar. Þannig er óvenju ljóst að við erum ekki að fara að halda þennan fyrri fund í janúar á nýjársdag. Þó að sé virkilega gaman að vera hérna með ykkur að þá er nýjársdagur hjá mér frátekinn í annað. Nú, að síðust þá liður 2.9, það byggingarnefnd leikskólans Hádegishöfða en eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að skipa eftirtalda í 5 manna byggingarnefnd nýs Hádegishöfða í Fellabæ. Berglind Harpa Svavarsdóttir, D-lista formaður, Aðalsteinn Ásmundarsson, L-lista, Benedikt Hlíðar Stefánsson, B-lista, Hannes Karl Hilmarsson, M-lista. Auk þess verði 1 fulltrúi í nefndinni tilnefndur af foreldraráði. Jafnframt samþykkir bæjarstjórn að fela bæjarráði að setja nefndinni erindisbréf þar sem framkomi þau verkefni sem nefndinni er ætlað að ljúka á fyrstu vikum og mánuðum sem og hvaða starfsfólk mun vinna með nefndinni. Þarna háttar þannig til að við höfum í rauninni margsamþykkt hér að fara í byggingu leikskóla í Fellabæ og við erum í rauninni að finna bara bestu leiðina til að koma því verkefni áfram sem nauðsynlegt að hafa byggingarnefnd en jafnframt kannski nauðsynlegt sérstaklega í ljósi þess að það eru auðvitað kosningar framöndan í vor að menn afmarki pínulítið til hvers er ætlast að nefndinni hverju þarf að ljúka áður en að sá tími kemur og þá hvernig verður best unnið að því og það sem að auðvitað fyrst liggur fyrir er að það þarf að finna út úr því hvernig við stöndum að hönnun byggingarinn. Þannig að það er svona í grófum dráttum það sem að liggur fyrir nefndinni núna en jafnframt tel ég býsna brýnt að koma þessari vinnu að stað núna í desember þannig að það sé tíminn nýtist sem best. Nú aðri liðir í fundagerðinni sem og fundagerðinni í heild sinni er þá hér lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Stefán Bogi Sveinsson hefur lokið máli sínu og orðið laust undir þessum öðrum lið. Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti gott fundafólk. Það er liður 2.7 sem örstutt langar að koma upp undir og þetta varðar byggingarnefnd fyrir byggingu leikskóla í Fellabæ. 2.9. Já, fyrir ekki ég er hérna 2.9.
En enga síður, þetta varðar byggingu leikskólans í Fellabæ og skipun bygginganefndar. Það sem að ég vil einfaldlega segja það í þessu sambandi og taka kannski ákveð undir orð bæjarfulltrúa Stefáns Boga hér áðan, að ég held að sé mjög brýnt þetta að þessi nefnd taki til starfa sem allra fyrst. Það er reynsla fyrir því að þetta getur tekið tíma að hanna svona og það er ýmislegt sem getur komið upp. Það þarf að hanna þessa byggingu þannig að hún passi þarna inn á lóðinu og slíkt, og reynslan hefur bara sýnt það að tíminn er fljótur að fara í þessu. Við ætlum okkur að þessi bygging það verði farið í framkvæmdir 2021 og byggingin kláruð það ár. Það er það sem það er lagt upp með, og ég held að það sé bara mjög gott að drífa þessa hönnun af stað, koma ferlun af stað. Þetta er búið að þvælast dálítið fyrir okkur í þessu blessaða sveitafélagi okkar að komast að niðurstöðu, og á þetta vil ég leggja áherslu. Mér líst vel á þetta fólk sem er skipað í nefndina og klára að skipa nefndina og drífa störfin af stað, því að það er ýmislegt fleira á þessu komandi ári okkar. Það er sameining sveitafélag og annað, og tíminn er fljótur að fara. Við erum alveg klár í þessa framkvæmd í upphafi 21. Gunnar Jónsson hefur lokið máli sínu. Bergur Kappa Svavarsdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Mér langaði aðeins að ræða þennan lið 2.9 og ég er nú nýskipaður formaður og hef mikið metnað fyrir því að við stöndum okkur vel og gerum okkur grein fyrir því að það þarf að hafa hraðar hendur. Með leikskólan eins og var samið þá var gert ráð fyrir 3 árum við byggingatíma og nú er gert ráð fyrir 1 ári, þannig að við erum í rauninni ekki búin að missa úr þannig, og mér finnst mikill kostur með nefndina að við erum flest sem að höfum reynslu úr nefndinni, þannig að ég trúi ekki öðru en að við getum bara haft hraðar hendur og unnið þetta bara mjög faglega. Þannig að mér líst rosalega vel á þetta og við gerum þetta faglega en drífum þetta af eins hratt og hægt er og förum eftir þeirra áætlun sem settir fram. Takk fyrir. Bergur Kappa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Nú ef ekki fleiri vilja kveðast til hljóðs að þá lokaði mælendaskrá undir þessum öðrum lið og við berum upp tillögurnar. Það er það fyrst liður 2.6, samþykktum stjórn og fundarskap Fljótsdalshéraðs. Ég ber tillögun upp eins og hún var lesin og kynnt í ráðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 2.7, fundir bæjarstjórnar, tillagan er þar borin upp eins og hún var lesin og kynnt í ráðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 2.9, byggingarnefnd leikskólans Hádegishöfða, tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt í ráðan, þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og athygli í bæjarfulltrúa er vakin á því að til lið 2.2, 2.3 og 2.12 er bókað að afgreiðsla, fyrir 2 liðunum raunar afgreiðsla stjórnar endurmenntunarsjóðs og þar með bæjarráðs raunar sé staðfesta bæjarstjórn, og undir 2.12 að afgreiðsla bæjarráðs sé staðfesta. Þannig ef ekki eru athugasemdir við það, og þá höfum við lokið yfirferð yfir þennan annan lið og göngum til þess 3. Það er fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs, 492. fundur. Fundargerðin er í 6 liðum en engin þeirra er tekin út til sérstakra tillögu gerðar hér, en orðið er laust fundargerðin og efni hennar ef einhver óskar eftir að taka til máls. Ef svo er ekki, að þá er mælendaskrá lokað og við höfum þar með lokið umfjöllun þá fundargerð. Þá er það næst 4. liður á dagskrá, það er fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar Fljótsdalshéraðs og það ætla ég að fá. Það er Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, sem tekur til máls. Forseti og ágæta fundafólk.
Ég er komin til að gera grein fyrir fundargerð 123. fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar Fljótsdalshéraðs. Fundargerðin í 17 liðum og þar hafa verið 5 teknir út til tillögugerðar. Og fyrir það fyrsta þá það liður 4.5, lagafelt 2, umsókn byggingar áform og byggingarleyfi. Fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lá umsókn byggingarleyfi vegna endurnýjunar á eldsneytisgeymum Olíuverslunar Íslands við lagafelt 2. Eftirfarandi tillaga það lögð fram að bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og leggur til að byggingar áform verði grenndarkynnt og leita eftir afstöðu vegagerðarinnar. Nú liður 4.8, það fyrirspurn til skipulags- og byggingarfulltrúa, erindi frá landeiganda Úlfsstaða vegna áforma uppbyggingu á frístundasvæði. Þar eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og leggur til að erindi verði vísað til endurskoðunar aðalskipulags. Og liður 4.11, það umsókn framkvæmdarleyfi til skógræktar á Hrafnabjörgum 4, en umsókn framkvæmdarleyfi til skógræktar á Hrafnabjörgum 4, þar kom það aftur, það er kannski óþarfi. En umhverfis- og framkvæmdanefnd telur að framkvæmdin heyri undir C-flokk í mati á umhverfisáhrifum. Og eftirfarandi tillaga lögð fram, bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og telur að ekki þurfa að fara í umhverfismat vegna umræddrar framkvæmdar. Bæjarstjórn samþykkir því að hún fái málsmeðferð samkvæmt 4. málsgrein 6. grein laga nr. 106/2000. Það liður 4.13, það umsóknarbeiðni frumvarp til laga þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta. Þar eftirfarandi tillaga lögð fram, bæjarstjórn samþykkir að vísa málinu til bæjarráðs til gerðar umsagnar. Og síðustu það liður 4.17, það breyting á aðalskipulagi Fjarðabyggðar og deiliskipulag Heyklifs, skipulags- og matslýsing. En fyrir liggur ósk frá Fjarðabyggðum umsögn á breytingu á aðalskipulagi Fjarðabyggðar og deiliskipulagi Heyklifs, skipulags- og matslýsing. Eftirfarandi tillaga lögð fram, bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og gerir ekki athugasemd við skipulags- og matslýsingu vegna breytingar á aðalskipulagi Fjarðabyggðar og deiliskipulagi Heyklifs. Nú aðrir liðir í fundargerðinni eru síðan hér lagðir fram líkt og hún í heild til umræðu og afgreiðslu. Stefán Bogi Sveinsson hefur lokið máli sínu og orðið laust undir þessum lið. En ef enginn vill kveða sér hljóðs þá loka ég mælendaskránni og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Þar fyrst liður 4.5, lagafelt 2, umsókn byggingar áform og byggingarleyfi. Tillagan það borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykki gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og liður 4.8, fyrirspurn til skipulags- og byggingarfulltrúa. Tillagan þar borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykki gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Liður 4.11, umsókn framkvæmdarleyfi til skógræktar á Hrafnabjörgum 4. Tillagan það borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykki gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og liður 4.13, umsagnarbeiðni frumvarp til laga þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta. Það tillaga borin upp sem var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykki gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og þá var síðustu, liður 4.17, breyting á aðalskipulagi Fjarðabyggðar og deiliskipulag Heyklifs, skipulags- og matslýsing. Tillaga þar borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan þeir sem samþykki gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Svona gömlu vana grein fyrir því að undir lið 4.6 bókað að afgreiðsla umhverfis- og framkvæmdanefndar sé staðfest. Ef ekki athugasemd við það hjá bæjarfulltrúum þá höfum við lokið yfir þennan 4. dagskrárlið. Þá næst 5. liður, það fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar, 57. fundur nefndarinnar, það Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, góðir fundarmenn. Ég ætla að fara hér með fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar. Það fundur nr. 57. Fyrsti liðurinn liður 5.2. Gjaldskrá íþróttamiðstöðvarnar Egilsstöðum. Eftirfarandi tillaga lögð fram
Að tillögu íþrótta- og tómstundanefndar samþykkir bæjarstjórn fyrirliggjandi breytingar á gjaldskrá sem snúa eingöngu að því að frá og með 1. janúar 2020 verði frítt í héraðsrek og sund fyrir eldri borgara og frítt í sund fyrir börn upp á 18 ára aldri. Gildir það fyrir íbúa á Fljótsdalshéraði. Ef ég má, þá langar mér bara rétt aðeins að hafa smá orð hérna um þetta. En mér langar að bara staldra hérna við og bara fagna. Og aukin þáttaka eldri borgara í styrktarþjálfun, það eykur lífsgæði þeirra til muna og verða þeir því mun lengur við góða heilsu. Nú hefur eldri borgurum verið kleift að stunda í líkamsþjálfun allan ársins hring, en þeir eru nú gjarnir á það að þeir fara að vetra og eru hálka úti að halda sig innandyra og eru oft mikið innandyra og vilja alls ekki brotna og það er það sem getur farið með heilsu þeirra. Þannig að við erum bara búin að gera þeim kleift að hreyfa sig daglega og ég tel að við græðum bara á því að þau hafi bara aukin lífsgæði og hreyfið sig daglega og ég get sagt það að ég hef heyrt það að ef að þetta verður samþykkt eins og hefur verið samþykkt segi ég, þau eru voðalega spennt fyrir þessu og við græðum á þessu. Já, þessu bara fagna hér með og ég fagna með þeim og ekki síður með börnum sem eru 16 til 18 ára og fá þá frítt í sund. Án endurgjalds. Þannig að þetta er mikið og gott, flott skref sem við tókum þarna, íþrótta- og tómstundanefnd. Næsti liður sem er tekið nú, það er liður 5.5, viðurkenningar fyrir íþróttafólk Fljótsdalshéraðs. Fyrirliggja breytingar á reglum viðurkenningu fyrir íþróttafólk Fljótsdalshéraðs. Í ljósi tilnefninga sem bárust frá íþróttafélögum telur íþrótta- og tómstundanefnd mikilvægt að endurskoða reglurnar og rýmka aldurstakmark þeirra sem tilnefndir geta verið. Vonast nefndin til þess að þessar breytingar verði til þess að tilnefningar berist frá fleiri félögum og deildum. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með íþrótta- og tómstundanefnd og hvetur íþróttafélög og deildir til að tilnefna íþróttafólk til viðbótar við þær tilnefningar sem þegar hafa borist með tilliti til breyttra reglna. Liður 5.7, næsti liður, málefni líkamsræktar og framtíðarsýn. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir það sem fram kom á fundi íþrótta- og tómstundanefndar að taka verði tillit til þeirra starfsemi sem starfsrækt er í sveitarfélaginu við skipulagningu tíma í íþróttamiðstöðin á Egilsstöðum og Héraðsreki. Bæjarstjórn tekur jafnframt undir afstöðu nefndarinnar sem telur þó ekki ástæðu til að gera breytingar á starfsemi Héraðsreks að svo stöddu, en hvetur forstöðumann íþróttamiðstöðarinnar til að hafa þessi sjónarmið í huga. Að lokum er það liður 5.8, tómstundaframlag. Fyrirliggja yfirfarnar reglur tómstundaframlag Fljótsdalshéraðs til viðbótar við bókun ungmennaráðs frá 7. nóvember 2019. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu íþrótta- og tómstundanefndar samþykkir bæjarstjórn fyrirliggjandi reglur. Þarna langar mig bara líka að fagna þessu tvöfalda framlagi, tómstundaframlagi til íþrótta- og tómstunda, en það var 15.000 krónur og er nú orðið 30.000. Þannig að ég fagna með þessum börnum 4 til 16 ára og þetta hefur mikið forvarnagildi að börn og bara öll börn geti stundað íþróttir og tómstundir og við aukum þá líkur á að þau geti stundað það óháð efnahag með því að hækka framlagið. Þannig að þetta er gott mál. En fleira var ekki tekið út og þetta er lagt fram til umræðu og afgreiðslu. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er þá laust undir þessum 5. dagskrárlið. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef að svo er ekki, að þá er mælendaskrá lokað og gengið til afgreiðslu einstakra liða. Það verður þá fyrst fyrir okkur hér liður 5.2, gjaldskrá íþróttamiðstöðarinnar á Egilsstöðum. Og til hann er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefi merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Það er þá næstliður 5.5, viðurkenningar fyrir íþróttafólk Fljótsdalshéraðs og þar er tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan, þeir sem samþykkja gefi merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 5.7, málefni líkamsræktar og framtíðarsýn.
þar tillagan borin upp eins og lesum við kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og síðustu þá liður 5.8 tómstundaframlag. Tillagan borin upp eins og lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Nú að öðru leyti þá vil ég vekja athygli bæjarfulltrúa á því að undir lið 5.3 sem og lið 5.9 bókað afgreiðsla íþrótta- og tómstundanefndar sé staðfest, en ekki eru athugasemdir við það hjá bæjarfulltrúum. Þá höfum við lokið yfirferð yfir þennan 5. dagskrárlið. Næsti liður á dagskrá, það sem 7. liður á dagskrá fundargerð félagsmálanefndar. Það 177. fundur nefndarinnar. Það kannski ekki mjög margt þá fundargerð að segja, þar sem að það eingöngu eitt mál á dagskrá og það trúnaðarmál. Og það nú þannig varðandi þessi trúnaðarmál, allmörg af trúnaðarmálum í félagsmálanefnd höfum við ekki einu sinni heimild til þess að sjá gögnin úr hér í bæjarstjórn, en þó einhverjum, þannig að það mikilvægt að fundargerðirnar komi samt þó að það sé ekkert í þeim, því einhverjum tilfellum gætu við farið og kynnt okkur gögn ef við svo kýsum. Ég veit eins og ekki nákvæmlega hvernig háttar með þetta, en allavega þessi fundargerð lögð hér fram og orðið laust ef einhvern takk til máls. Ef svo ekki, að þá loka ég mælendaskrá og við bókum að fundargerðin hafi verið lögð fram. Og þá göngum við næst til síðasta liður á dagskrá. Það 7. liður sem að háttar nákvæmlega eins til það fundargerð félagsmálanefndar sem 178. fundur nefndarinnar. Sömuleiðis þar eingöngu eitt mál á dagskrá sem trúnaðarmál. Þetta alveg ábyggilega, kæru að stríða mér hérna. Já, það reyndar ekki einu sinni neitt í henni, það bara þannig. En orðið allavega laust ef einhver takk til máls undir þessum 7. lið. Ef svo ekki, að þá mælendaskrá lokað og það bókað að fundargerðin hafi verið lögð hér fram. Og við höfum þá lokið við að fara hér yfir dagskrá þessa fundar. Ég vil þakka þeim sem að fylgdust með útsendingunni, en við munum nú rjúfa hana en fundar ekki slítið fyrir við höfum lokið við að fara yfir fundargerð og undirrita hana.